Icelandair hefur keypt tæplega helmingshlut í Flyplay Europe á Möltu. Rætt verður við forstjóra Icelandair í fréttatímanum. Kröfur og ásakanir ganga á víxl á milli Hvals hf og samtaka Pauls Watson. Sýslumaður Kyrr setti skipið Bandero í dag af kröfu Hvals. Samtök Watsons krefjast rannsóknar á framgöngu yfirvalda. Fjöldi íbúðarhúsa og barnaspítali var meðal þess sem Rússlandsher gerði loftárásir á í nótt. Minnst 15 voru drepin. Bara hérna rétt hjá í næsta hverfi við mig, það var bara gömul kona sem var bara, grátandi úr sér augun, skilurðu, bara öskrandi að því að litla barnið, ömmubarnið henni dó, skilurðu. Leikskólastarf í Grindavík hafið og grunnskólinn verður settur í næstu viku eftir tæplega 3 ára hlé. Mér finnst það ágætlega skemmtilegt og ég bara tilbúin fyrir skólaárið. Reykjavíkurmaraþonið frábært tækifæri til að gefa tilbaka, segir hlaupari sem glímdi við kvíða á yngri árum. Hann hefur safnað ríflega 4 milljónum og mest allra fyrir Píeta-samtökin. Komiði sæl. Icelandair hefur gengið frá kaupum á 49% hlut á Flyplay Europe á Möltu sem var í eigu hins gjaldþrota flugfélags Play. Kaupverðið nemur 84 milljónum króna og með kaupunum fylgir maltneskt fluglastarleyfi. Í tilkynningu félagsins segir að kaupin skapi möguleika til einföldunar og hagræðingar í rekstri félagsins á Íslandi. Viljayfirlýsingin kaupin var undirrituð í vor og flugmenn Icelandair lýstu þá yfir áhyggjum af því að tilgangurinn væri að gera félaginu kleift að ráða áhafnir á lægri launum en íslenskir kjarasamningar kveða á. Anna Lilja Þórisdóttir, hvað vitum við meira þessi viðskipti? Já, þetta náttúrulega ekki nýtilkomið, það var heilmikið fjallað þetta í vor og þá var viðbrögðin nokkuð blendin, en hér maður sem veit meira Bogi Níls Bogason, forstjóri Icelandair. Já, hvernig það að kaupa þetta félag? Við erum að horfa til þess að ná fram ákveðni einföldun og hagræðingu þá í starfseminni hér á Íslandi. Við höfum verið í flota endurnýjun, við erum að hætta rekstri á 757 vélum og 767 vélum hérna á Íslandi sem hafa þjónað Icelandair mjög vel. Og við erum að innleiða Airbus-vélar, tilkynntu nýlega að við verðum að tryggja okkur 10 vélar sem að koma inn á næstu 2 árum, þannig að fljótlega verður sá floti komin upp í 20 vélar með 20 MAX-vélum, þannig að það svona kjarnaflotin okkar og það verða örfáar 75 reknar áfram hjá loftliðum í einhver tíma og það bara hagræði því að færa þá starfsemi eitthvað annað og einfalda starfsemina hér og vera með rekstur þessara eldri véla annars staðar og láta það ekki trufla starfsemina hér á landi. En eru þið að sækjast eftir einhverju öðru en flugrekstrarleyfum með þessum kaupum? Það eru hann með hluthafar með okkur, íslenski stofnanafjárfestar, lífeyrissjóðir og verðbréfasjóðir og þeir eru að koma inn í þetta verkefni þá með okkur og þetta eru aðalega sem að hafa sömu hagsmuna við að Icelandair gangi vel, íslenska ferðaþjónusta gangi vel og íslenska hagkerfinu gangi vel. Við sjáum tækifæri því. En fyrst og fremst erum við að auka sveigjanleikann og ná fram einföldun hér með því að ná í þetta flugrekstrarleyfi hérna á Möltu. En ætlið að ráða erlendar áhafnir? Ég reikna með því að það verði einhverjir starfsmenn erlendi sjá okkur á Möltu, alveg svo við erum búin að vera með í 20 ár starfsmenn hérna í Íslandi og á Filippseyjum. En lykillinn að þessu og markmiði nummer 1, 2 og 3 er að styrkja grunninn hér á Íslandi, styrkja leiðakerfi sem við reikum út frá Keflavík og halda áfram að vaxa og dafna hér á Íslandi. En já, kjaraviðræður við flugmenn hafa ekki gengið sérlega vel og gert hlé að þeim núna í sumar, taka þær aftur upp núna í haust. Gæti þetta virkað eins og sprengja inn í þær viðræður? Viðræðin hafa hafist aftur og eru búin að vera núna í gangi til síðustu 2 vikur. Þetta verkefni og þessi fjárfesting sem við erum að hafa sagt frá í dag, þetta er langtíma, við erum að hugsa þetta til lengri tíma. Við erum með stefnu og markmið sem að gilda til langs tíma hjá okkur. Við kynntum hérna fyrir 2 árum markmið félagsins vöxt til ásins 2037 þegar félagi verður 90 ára. Við þurfum 100 ára og við þurfum að fjölga flugvélum, við þurfum að fjölga fólki hér á Íslandi, styrkja innvið og auka sveigjanleika og þetta er bara hluti af þeirri vegferð. Einmitt. En takk fyrir þetta Bogi og við segjum þetta gott hérðan. Takk Anna Lilja Þórisdóttir. Bandero, skip samtaka Pauls Watson var í dag kyrrsett að nýju, ekki af kröfu yfirvalda heldur Hvals hf.
Ingólfur Bjarni, það hefur verið nokkuð framvinda í þessu máli í dag, er óhætt að segja? Já, sannarlega, óhætt að segja. Byrjum á því að það heil herdeild lögmanna sem komin í vinnu fyrir Watson og félaga sem ætla greinilega hjóla af krafti í íslensk yfirvöld. Við fórum svo sem kastljósteymi borð í Bandero í gær til þess að gera, í raun og veru okkar eigin úttekt með skipa eftirlitsmanni. Ýmsar spurningar sem vöknuðu við það, við vörpuðum þeim meðal annars til Samgöngustofu sem ætti svo í dag með sína eigin eftirlitsmenn borð í skipið síðdegis og áður en nokkuð fréttist af því hvað kom út úr því, þá komu fréttir af því að Hvalur HF hefði fengið sýslumanninn á Vesturlandi til þess að samþykkja kyrrsetningu skipsins. Hvalur telur þess að fyrirtækið hafa verið fyrir tjóni í skaðabótakröfu og vill að skipið sé kyrrsett fyrir sem trygging fyrir því að þá kröfu greidda ef svo fer. Svo Bandero ekkert að leið úr höfn á næstunni? Ekki með við þetta en ég held að sé alveg óhætt að fullyrða að þessi lögmanna herdeild á ekki eftir að láta þetta ósnert. Bandero var dreginn upp á Akranes í fyrradag því hann var fyrir herskipum á heræfingu í Sundahöfn. Í dag borð skipstjóri og vélstjóri og reyndar lögmaður sem telur að framganga íslenskra stjórnvalda standist hvorki lög né reglur. Það hljómar eins og sért að gefa í skinn að eitthvað annað en lög og reglur hafa þá ráðið för í þessu máli. Já, það náttúrulega eitthvað sem manni dettur í hug, einfaldlega að því að þetta svo mikla brotalamir. Og hvað heldur að hafi þá ráðið för? Já, það náttúrulega bara það einhvern veginn að stoppa þetta athæfi þessara samtaka. Fyrrverandi skipaeftirlitsmaður sem fór ásamt kastljósi í að skoða skipið sá enga annmarka á því en vann með spurningar vinnubrögð Samgöngustofu. Já, mér finnst þetta mjög torkennileg mótmælt. Og svo snýr þetta ekki bara að skipinu, með bréf sem að lögmenn sendu ráðherrum í ríkisstjórn Íslands í dag. Passar dómsmálaráðherra og innviðaráðherra fengu langt bréf þar sem farið yfir margs konar og fjölbreyttar kvartanir og ásakanir. Það kvartaði við því langur listi að lögregla, Landhelgisgæsla, Samgöngustofa og Útlendingastofnun hafi ekki haft heimildir til sinna aðgerða og lagagrundvöll fyrir aðgerðum sérsveitar hafi algjörlega skorst. Farbann Samgöngustofu hafi byggt á hæfnum forsendum. Langur listi og í raun og veru krefjast þess að ríkið sjálft fari í rannsókn á því hvernig að þessu öllu saman var staðið. Þetta langt og flókið mál og ótal angar og þú ætlar að halda áfram að fjalla þetta í Kastljósi í kvöld. Passar. Og kannski aðeins lengur. Líklega. Takk fyrir þetta, Ingólfur Bjarni. Og þá öðru. Íbúðarhús, skólar og barnaspítali stóðu í ljósum logum eftir umfangsmikla loftárásir Rússa á Kiev, höfuðborg Úkraínu í nótt. 15 voru drepin og 40 særðust. Ég var að vinna í tölvunni og þegar árásirnar eru tilkynntar, í rauninni finnum maður bjölluna frá stað og ég lít í sé að það ballistic missiles á leiðinni inn og ég held að bjöllunar hafi ekki náð að klára, þú veist. Þetta? Það sprenging einhvers staðar eitt að héla. Árásirnar í nótt hæfðu meðal annars íbúðablokk í Solmijanski hverfi. Ungt barn lést eftir að hafa orðið undir rústum blokkarinnar. Bara rétt hjá í næsta hverfi við mig, þú veist, það var bara gömul kona sem var bara, þú veist, grátandi úr sér augun, skilurðu, bara öskrandi að því að þú veist, litla barnið, ömmubarnið henni dó, skilurðu. Konan sem Óskar sá var nágranni Larisu sem misti heimili sitt í árásunum í nótt. Ці дитячі садочки, школи, дітки ходять, дітки живуть, дітки хочуть мати дитинство. Але Раша нам не дає цього зробити, хоч вона пробувала. Volodymyr Zelenski, Úkraínuforseti, segir eitt stærsta vandamál Úkraínumanna vera skort á flugskeytum í loftvarnarkerfi til að verjast loftárásum Rússa. Litlu hefur miðað í friðarviðræðum ríkjanna. Þvert á móti hafa átökin stigmagnast á síðustu vikum. Úkraínuher hefur meðal annars gert drónaárásir á Moskvu en bæði ríki hafa þvertekið fyrir að árásir beinist að almennum borgurum. Málið með þessar skotflugar að þær eru svo svakalega öflugar. Einn dróni er með 40 til 80 kíló að fer eftir hvað mikið í honum af sprengiefni. Þessar skotflugar eru með 800 upp undir tonn af sprengiefni. Það er svakalegt magn. Og þegar það lenda, þá er það líka lenda á 5, 6, 7 földum hljóðhraða niður í jörðina. Við erum að tala þessar flugur á stærð við rútu.
Langvarandi árásir Rússa hafa margvísleg áhrif í Úkraínu. Herlög voru sett í landinu þegar Rússar hófu allsherjar innrás í febrúar 2022. 5 ára kjörtímabili Zelenskís lauk í maí 2024 en hann hefur þó haldið áfram í embætti. Því í stjórnarskrá Úkraínu kveðið á að óheimilt sé að halda forseta eða þingkosningar á meðan herlögin í gildi og ekki allir sáttir við það. Mikhailo Fedorov, fyrrverandi varnarmálaráðherra Úkraínu, vill að Úkraínumenn gangi til forsetakosninga. Fedorov naut mikilla vinsælda í embætti en Zelenskí rak hann í júlí eftir deilur Fedorovs við yfirhershöfðingja Úkraínuhers. Í gær birti Fedorov myndskeið þar sem hann hvetur Úkraínumenn til að berjast fyrir lýðræðislegum rétti sínum til kosninga. Вибори – це не лише бюлетень, це момент, коли влада знову приходить до громадянина і говорить: ось ми це зробили, тепер ви вирішуєте, чи довіряєте нам далі. І саме цей принцип відрізняє демократичну державу від системи, де влада сама вирішує, коли суспільство може її оцінити. 100 manns tóku undir orð Fedorovs með mótmælum fyrir utan úkraínska þinghúsið í gær. En til að hægt væri að kjósa þyrfti að breyta stjórnarskrá landsins og ákveða hverjir væru kjörgengir. Þetta það óraunhæfasta sem til Hermenn fá ekki kjósa, geta ekki kosið. Hvað með þá sem í haldi, hvað með þá sem eru utanlands og geta ekki komist inn, hvað með þeir sem eru á herteknisvæðanum, ætlar að ekki leyfa þeim að kjósa. Þetta bara það óraunhæfasta sem til í stöðunni. Óskar óttast varnarleysi Úkraínu gagnvart árásum Rússa og segir raunveruleika íbúa í Kív vera alvarlegan. Já, bara að þeir eru komin 4,5 ár. Hvað ert þú búin að venjast í lífinu 4,5 ári? Réttarhöld í Reykholtsmálinu héldu áfram í héraðsdómi Suðurlands í dag. 6 eru ákærð fyrir að hafa haldið karlmanni föngnum á heimili sínu í 3 sólarhringa, beitt hann grófu ofbeldi og haft af honum háar fjárhæðir. Ragnar Jón, þetta 4. dagur réttarhaldanna og þú varst í dómsalnum í dag. Hvað bar þar hæst? Jú, í morgun var tekin skýrsla af brotaþola og þá heyrðum við hann í fyrsta skipti lýsa með eigin orðum því sem gerðist. Áður höfðu allir sakborningar í málinu gefið skýrslu. Skýrslutakan tók þó nokkuð tíma og hún var ítarleg þar sem það þurfti að túlka allt sem maðurinn sagði. Svo þetta áhrifamikið máli, menn hvernig bar brotaþoli sig við skýrslutökuna í morgun? Hann var rólegur og hann var yfirvegaður. En það mátti alveg sjá á honum að þetta reyndist honum erfitt. Og til dæmis þegar hann svaraði spurningum réttargæslumannsins hvernig honum leið og meðan ofbeldinu stóð, þá sagði hann það of erfitt til þess að rifja upp. En hann sagði þó ítarlega frá öllu sem að gerðist. Það var nokkuð ósamræmi á milli þess sem að hann sagði og því sem að sakborningar höfðu áður sagt í þessu máli. Hann sagði til dæmis að flestir sakborningar hefðu beitt sig ofbeldi. Hins vegar hafa margir þeirra vilja meina að einungis Andri Már Mortensen Birgisson hafi beitt ofbeldi. Svo var nokkuð heldur óvenjuleg uppákoma í dómsalnum eftir hádegi, eða ekki? Jú, það var þegar fyrrverandi eiginkona eins ákærða í málinu gaf skýrslu. Það átti hún að gera í gegnum fjarfundabúnað en stuttu eftir að hún byrjaði þá heyrði bæði dómari og saksóknari í fyrrverandi eiginmanni hennar sem sakborningur í þessu máli. Hún neitaði fyrir þetta í fyrstu en það reyndist svo að hann var inn á salerni hjá henni. Dómari hafði lítinn húmor fyrir þessu og bað hana því eða skipaði henni í raun að koma fyrir dóm og gefa skýrslu í persónu sem hún og gerði. Og svo halda réttarhöldin áfram á morgun? Jú, við höldum áfram að fylgjast með. Og má nánar lesa máli á RÚV.is. Takk fyrir þetta, Ragnar Jón. Skólabjöllu grunnskóla Grindavíkurbæjar verður hringt í næstu viku í fyrsta sinn í tæplega 3 ár. Skólastjóri leik- og grunnskóla í bænum segir undirbúning hafa gengið vel. Líf óðum að færast í Grindavíkurbæ í skugga náttúruvár og eldsumbrota. Skólastarf hófst í leikskólanum laut í síðustu viku og börnin nutu útiverunar í blíðskaparveðri í morgun. Á þriðjudag mæta svo 24 nemendur á skólasetningu grunnskólans og segir skólastjórinn allt til reiðu. Og það hefur gengið bara mjög vel að undirbúa. Það svolítið krefjandi því að þetta verður náttúrulega öðruvíst, ekki svona þetta hefðbundna sem maður kannast við. 6 kennarar sjá kennslu og nemendahópnum verður skipt í þrennt eftir aldri. Bara allir mjög jákvæðir og bjartsýnir og lausnamiðir. Já, bara rosalega spennt að takast á við svona
svona nýtt skólastarf sko. Við náttúrulega vorum báðar kennarar hérna áður og kunnum þetta og höfum gert þetta áður, en þetta svona kannski, við köllum þetta kannski svolítið nýji skólinn, gamli skólinn er nýji skólinn og okkur langar að gera þetta svolítið svona spennandi, fá börn, margir kennarar, þá gefur þetta okkur rými til að nálgast hlutina aðeins öðruvísi og nýta okkur þá náttúruna og allt sem hefur gerst hérna í kennslunni sem okkur finnst rosalega spennandi. Þau Hjálmar Logi, Mía Daðey og Pétur Marino eru spennt fyrir nýju skólaári og vita alveg hvað á að gera ef til rýmingar kemur. Förum bara úr bænum og svo förum við bara aftur, bara tilbaka sko, bara strax, eiginlega bara eftir 1 dag sko, þetta er svo fljótt. Skilju, við erum eiginlega bara, því mér líður alveg svona, ég er eiginlega ekkert hrædd út að það er búin að byggja varnarvegginn, varnargarðinn fyrir utan, skilju, allt Grindavík, þannig það kemur eiginlega ekkert eldgos. Unnið er að nýju áhættumati fyrir Grindavíkurbæ sem bæjarstjóri segir að verði tilbúið í haust. Öryggis og rýmingar áætlanir fyrir leik- og grunnskóla séu tilbúnar. En við erum á góðum stað, öruggum stað til þess að hefja skólastarf með allt á hreinu. Ég sé fyrir mér að fjölgunin hún verði hröð og við náum kannski ekki fyrir hæðum fljótlega, sko, við vorum 550 nemendur fyrir rýmingu og 100 starfsmenn, en ég sé fyrir mér að það fjölgi ört í hópnum. Hvað finnst ykkur það að vera bara komin aftur í skóla í Grindavík? Bara æðislegt, ég er bara svo spenntur, ég hef ekki svona orð að segja, já. Það er bara geggjað. Mér finnst það ógeðslega skemmtilegt og ég er bara tilbúin fyrir skólaárið. Tekjulágir Reykvíkingar fá afslátt á matarþjónustu borgarinnar. Þetta var samþykkt á fundi borgarráðs í dag að tillögu Hildar Björnsdóttur borgarstjóra. Fyrirhuguð 70% hækkun á máltíðum úr 1100 krónum í 1900 krónur hefur sætt gagnrýni. Eldri borgarar nýta sér gjarnan matarþjónustuna og talsmenn þeirra segja hækkunina vanvirðingu í þeirra garð. Eftir breytinguna greiðir fólk með tekjur undir tilteknu marki 1500 krónur fyrir máltíðina. Ekki liggur fyrir hversu margir uppfylla þau skilyrði. Fulltrúar meiri hlutans í borginni lögðu einnig til á fundi borgarráðs að borgarfulltrúar og varaborgarfulltrúar greiddu 1900 krónur fyrir hverja máltíð í stjórnsýsluhúsum borgarinnar, sem er 95% hækkun. Forsætisráðherrar Norðurlanda hittust á árlegum fundi í Kaupmannahöfn í dag. Þar var meðal annars rætt tækniframfarir í öryggis- og varnarmálum. Danmörk og Færeyjar gegna formennsku í norrænu ráðherranefndinni í ár. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, og Beinir Jóhannessen, formaður landsstjórnar Færeyja, tóku í morgun á móti Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra og öðrum norrænum kollegum sínum. Frederiksen ræddi við fjölmiðla að fundi loknum og þakkaði þar meðal annars fyrir þann stuðning sem dönsk stjórnvöld hafa fengið við ásælni Bandaríkjanna i Grænland. Og vi bliver nødt til at integrere de nordiske lande meget tættere, også på det militære område. Vi deler hav, og vi deler fjende, desværre, Rusland. Så man kan sige, at nordiske møder er gået fra at være sådan, måske lidt mere abstrakte i deres indhold og i deres retning til nu også at handle om noget helt konkret i dag. Droneteknologi, reformation af det nordiske samarbejde, og så hvordan vi for alvor begynder at passe på vores børn på nettet. Stofnandi kínverska fasteignarísans Evergrande var í dag dæmdur í lífstíðarfangelsi. Hui Ka-jan játaði sig sekan fjárdrátt og múturgreiðslur en fyrirtækið hafði tekið við fyrirframgreiðslum frá fasteignakaupendum sem voru svo notaðir í önnur og óskild verkefni. Þetta var til þess að við gjaldþrot fyrirtækisins voru 100 fasteigna ókláraðir í landinu. Árið 2021 fór Evergrande nánast á einni nóttu frá því að vera eitt stærsta fasteignafélag Kína, metið á 50 milljarða dala, yfir í að vera skuldsettasta félag heims. Það hafði víðtæk áhrif á efnahagslíf Kína. Hlaupari í Reykjavíkurmaraþonu segist vilja láta gott af sér leiða eftir að hafa glímt við kvíða á yngri árum. Hann hefur safnað áheitum upp á 4 milljónir króna fyrir Píeta-samtökin. Eiður Rafn Gunnarsson er einn þeirra sem ætlar að reima á sig hlaupaskóna á laugardaginn og hlaupa sitt fyrsta maraþon í Reykjavíkurmaraþoninu. Takk fyrir.
Hann búinn að safna langmestu af öllum rúmlega 14.500 sem eru skráðir í hlaupið. Hann hefur safnað ríflega 4.090.000 króna fyrir Pieta-samtökin. Lenti í, eins og ég sagði, svona veikindum þegar ég var yngri, smá kvíðavandræðum. Eins og bara óbúslega margir sérstaklega ungi drengir gera. Og eftir að maður lendir í einhverju svona, þó það sé alveg komið í baksinn í speilin, þá setur þetta alltaf rosalega eftir í manni. Og eftir að hafa nýtt sér alls kyns þjónustur og bara spítalann aftur og aftur, þá svona líður manni smá eins og það sé kannski bara svona samfélagsleg skuld sem situr eftir. Eitthvað svona sem þarf að jafna út til þess að geta skilið þetta svona algjörlega eftir. Og Reykjavíkurmaraþon bara frábært tækifæri til þess að geta gefið tilbaka til einhverja af þessum kerfum sem maður hafði nýtt sér sjálfur. Og þess vegna valdi ég Pieta-samtökin. Hann segir mikilvægt að geta leita til samtaka eins og Pieta-samtakana. Hjálparsími samtakana og Rauða krossins eru opnir allan sólarhringinn. Þú kannski að taka lokapróf í háskóla og lendir í kvíðakastatörn. Þá verður bara einhver að vera til staðar fyrir þig. Og ég get ekki ímyndað mér að hafa ekki verið með, mína fjölskyldu og mína vini á þeim tíma. Þannig að þess vegna finnst mér samtökin skipta svona miklu máli. Síðdegis höfðu alls safnast ríflega 188 milljónir fyrir hinn ýmsu góðgerðarfélög. Eiður Rafn duglegur að minna vini og vandamenn á söfnunina, en viðurkennir að finna fyrir pressu að vera orðin efstur. Bara smá mikið þegar maður refreshar og sér að það er alltaf komið meira og meira. En ég meina bara gæti ekki verið þakklátari fyrir stuðninginn og peppið, sko. Það er í rauninni bara sigurinn í þessu. Hvort að ég hlaupi þetta maraþon eitthvað rætt eða ekki, bara gæti ekki verið meira saman að vera búin að gleyma því eftir 2 ár. En það sem við söfnuðum í ár, það verður eftir. Það er mikið að vera á Eyrarbakka þessa stundina. Þar er hópur fólks með poka og skæri að tína kúmen. Og þar er líka Magnús Hlynur. Já, Magnús Hlynur, hvernig gengur þetta hjá ykkur? Þetta gengur bara vel. Það er sko allt að gerast hérna á Eyrarbakka þegar kúmen er annars vegar. En sú sem stýrir þessu er Linda Ásdísarsdóttir hérna hjá Byggðasafni Árnesinga. Linda, hvað þið búin að vera að gera? Við erum búin að vera að tína kúmen hérna á grjótgörðunum í kringu safnið frá því klukkan 5 í dag. Og fyrir þá sem er ekki með alveg á hreinu kúmen, hvað er það? Já, þetta er nú jurt, svona nytjajurt, eina þessu sem hefur verið tínt hérna í árhundruði og er náttúrulega bara gott í kaffi, gott í brauð. Þetta er bara sama kúmenið og var í Kringlunum í gamla daga eða enn. Og hver mann ekki eftir kúmenosti. Og hvernig tínum maður kúmen? Getur aðeins sýnt okkur? Heyrðu, það er hérna, klippum bara hausinn af, setjum þetta hérna í kottaver, tínum þetta svona. Svo þegar þú ert búin að fylla kottaverið þá hristur þú bara vel og svo rífur það af sem ekki fer sjálft af og svo bara setur þetta í poka og fer með heim og þurrkar. Þetta er algjörlega frábært hjá okkur. Já. En þau voru hérna Askur og Sigríður, þau voru að tína kúmen. Askur, hvernig gekk? Mjög vel. Við fengum þarna alveg svolítið mikið af kúmen í dag, góð uppskerra og það er búið að vera að spara þetta í alveg svolítið mörg ár. Og hvað ætlarðu að gera við kúmenið? Ég er að fara að nota það til að baka brauð og líka til að gera te og bara alls konar hluti. Vel gert, Sigríður, hvernig gekk þér? Bara mjög vel, afraksturinn í poka, mjög fínt sko. Þetta er skemmtilegt framtak. Þetta er mjög skemmtilegt og áhugavert, maður lærir hérna mikið íslenska náttúru og hvað er hægt að gera við afurðirnar sem bara spretta á tungarðirum. Glæsilegt. Þá segjum við þetta gott frá Eyrarbakka, kúmen og aftur kúmen yfir í Efstaleiti. Takk fyrir þetta, Magnús Hlynur. Héraðshátíðin Ormsteiti hófst í dag á Fljótsdalshéraði þegar hlaupið var umhverfis baðlónið Vök við Urriðavatn. Hlauparar lögðu spenntir af stað og létu svo líða úr sér í böðunum að spretti loknum. Helgina verður fjölbreytt dagskrá á Héraði þar sem aðalhátíðarsvæði verður Tjarnargarðurinn á Egilsstöðum.
Það er alveg ótrúlega spennandi dagskrá hjá okkur. Við ætlum að vera með föstudag í Fellabæ, þar sem að BMX Bros ætla að reyna að stökkva yfir torfæribíl. Olsen Offroad Íslandsmeistararnir ætla að vera með bílana sína þar til sýnis, ásamt því að bjóða fellbæðingar upp á súpu. Á laugardeginum ætlum við að fá hann Jón Jónsson til okkar. Hann verður á sviðinu í Tjarnagarðinum og þar verður líka í boði tívolíð. Nú á sunnudeginum verður svona markaður í Blómabæ, þar sem að hinir og þessir koma að selja sitt handverk þar. Einnig verður beint frá bíli með alls konar sultur og svona gotteri í boði. Þá skulum við sjá hvernig viðrar fyrir Kúmen, Uppskeru og annað. Á morgun verður fremur hæg suðvestlæga átt á landinu. Skýjað að mestu og dálítil væta á vestanverðu landinu, en lengst af þurrt og bjart austan til. Hvessir heldur og bætir í rigningu vestanland seinnipartinn. Hiti yfirleitt 11 til 17 stig. Allt veðrið að loknum íþróttum. Jóni Þór Haugsyni var í dag sagt upp störfum sem þjálfari Stjörnunnar í bestu deild karla í fótbolta. Hann er annar þjálfarinn sem Stjarnan lætur fara á leiktíðinni. Ísland mun eiga 4 keppendur á heimsmeistaramótinu í áhaldafimleikum. Úrslit á stökum áhöldum hefst á EM á morgun. Og Ronaldinho hefur tekið fótboltaskóna af hillunni og ætlar að spila á Ítalíu. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og það var helst í þessum fréttatíma að Icelandair hefur keypt tæplega helmingshlut í Flyplay Europe á Möltu. Forstjóri Icelandair segir að til standi að styrkja reksturinn á Íslandi en að erlendar áhafnir verði ráðnar. Kröfur og ásakanir ganga á víxl á milli Hvals HF og samtaka Pauls Watson. Sýslumaður kyrrsetti skipið Bandero í dag að kröfu Hvals. Samtök Watsons krefjast rannsóknar á framgöngu yfirvalda. Fjöldi íbúðarhúsa og barnaspítali var meðal þess sem Rússlandsher gerði loftárásir á í nótt. Minnst 15 voru drepin. Leikskólastarf í Grindavík er hafið og grunnskólinn verður settur í næstu viku eftir tæplega 3 ára hlé. Reykjavíkurmaraþonið er frábært tækifæri til að gefa tilbaka, segir hlaupari sem glímdi við kvíða á yngri árum. Hann hefur safnað ríflega 4 milljónum og mest allra fyrir Píeta-samtökin. Það var þetta upptalið í okkur þetta 15. kvöldið. Takk fyrir samfylgdina á öllum okkar miðlum þar sem hafi degi. Verið sæl.